Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Kristoffer Axel, sölumaður á Spáni. Vertu velkomin hér á línuna. Það Alexander. Alexander, já, fyrirgefðu. Ég er náttúrulega mjög þekkt fyrir þetta að vera agaleg að muna nöfn. Ég bara byrði að afsaka og vonandi lifa með þessu. Þú ert í Madrid, er það ekki rétt hjá mér? Mikið rétt, ég hérna í steikjandi ofninum. Og við náttúrulega höfum kannski ekki alveg svona tilfinningu fyrir því hvernig að upplifa svona hitabylgju. Þetta auðvitað sú mesta, stærsta og kannski svona skógareldarnir, þeir stærstu sem að hafa sést bara í manna minnum. Hefur þetta eitthvað áhrif á þitt daglega líf? Já, kannski svona daglega líf það að maður ekkert að fara mikið út á daginn. Við erum það heppin svo sem og í þeirri forréttindastöðu að vera í íbúð með loftkælingu en bróðurparturinn af Spánverjum það ekki. Þannig að það reynist mörgum mjög erfitt. Á morgnana og kvöldin þetta svo sem allt í lagi en jú, yfir hádaginn þá ertu ekkert að fara út og einmitt með þessa skógarelda sem í gangi núna þá hefur það teppalagt mikið af borgum meðal annars Madrid og gefið það út bara fólk eigi ekkert að vera úti, loka gluggum, ekki hreyfa sig við daginn úti þar að segja, út af því einmitt bara askan og allt þetta hefur það slæm áhrif á líkamann sko. Og ég meina, mitt askan, það eldarnir það virðist lítið lát vera á og þeir svona virðast frekar vera að dreifa úr sér og þá smærri eldar á fleiri stöðum. Þetta eitthvað svona sem að þú bara sérð í þínu nágrenni? Við það mitt merkilegt að því að við vorum einmitt í síðustu viku ég og tengdafjölskyldan í fríi á Norðurspáni, sem sagt í Galícia og fórum þar Jakobsveginn sem ábyggilega margir Íslendingar þekkja og þá einmitt byrjaði þessir skógareldar. Þannig að við vorum í raun föst þar í nokkra daga. Wow. Gátum ekkert farið allar lestar aflýstar og þar fram eftir götunum og svo á endanum þegar við urðum að fara að komast heim, fólk hefur náttúrulega bara þar að fara í vinnu og nennir ekki að kannski að hanga einhvers staðar mörgum dögum saman í óvissu. Þá vorum við búin að bóka 4 mismunandi rútur yfir 2 daga þar sem átti að fara bara nánast hringinn í kringum landið til þess að komast fram hjá versta svæðinu. Svo vildi svo skemmtilega til að við rétt náðum af tilviljun síðasta bílaleigubílnum en einmitt við sömuleiðis keyrðum 800 kílómetra yfir heilan dag fram með ströndinni á Norðurspáni og þar fram eftir og á leiðinni var þetta mjög súrrealískt sko. Við einhvern veginn, maður var að keyra Norðurspáni svona ágætlega laus við þetta en svo förum maður í gegnum það sem kallað mesetuna, stóra borðið á miðjum Spáni, það sem ekkert nema flatlendi og gróður til ræktunar sko. Og það bara lá yfir öllu dökk ský og við svo sáum enga elda í raun og veru en það fórum við sérstaklega langt í burtu til þess að komast hjá því, en ég á fjölmarga vini sérstaklega frá þessu svæði Zamora og Benavente sem eru búin að horfa upp á sína nágranna og sína svona sveitir brenna upp sko. Já, þetta er alveg hryllilegt og ég las nú einhvers staðar að það væru einhvers staðar á bilinu 1000 til 1500 manns sem að hefðu nú þegar látið lífið vegna hitans en samt sem áður þá virðast þetta vera þetta eru svona misvísandi upplýsingar. Þetta eitthvað sem að virðist vera erfitt að taka saman eða umfangið bara meira eða minna eða hvernig horfir þetta við þér? Já, svona miðað við kannski nýjustu tölur sem ég hef séð og ég held að þetta sé kannski maður verður íslenskum fjölmiðlum mjög þakklátur í svona aðstæðum að þeir sinna almannavarnahlutverkinu sínu voðalega vel á meðan mín upplifun af spænskum fjölmiðlum að þetta er rosalega mikið svona slitóttar upplýsingar hér og þar og svoleiðis maður sá þetta rosalega mikið í COVID ef þú ber saman covid.is og síðan hvaða upplýsingar maður hafði hér
Þannig að þetta svolítið sama stíl hérna sko. Það rosalega erfitt að fá heildarmynd af þessu. Ég held að þessi sko 1000-1500 manna tala ekki blessunlega ekki andlát sko en allavega gæti verið hérna einhverjum sjúkrahúsa farir eða ég veit allavega þú veist það hafa verið í fáeinum tilfellum þar sem raunverulega sko andlát varðandi skógareldana beint þá held ég að þetta sé svona 10-20 manns sem hafa mist lífið mest megnist hérna sjálfboðaliðar sem bjóða upp á þjónustu sína í svona aðstæðum þannig að það svona beina andlátin en síðan eins og segir það alveg á annað 1000 mann sem hefur verið rýnt af þessum svæðum allavega svona beint og eins og þú nefndir í upphafi sko þetta hálfgert ræðilegt met á Spáni hvað var það sko magn brunans þetta í einhverjum 20.000 hekturum bæði í Galíþía annars vegar og síðan Samorra hins vegar þannig að við erum kannski að líta á 40-50.000 hektara brenda sko. Einmitt, þetta bara á stærð við Reykjavík í rauninni. Sko... Já, með þess að stærra. Einhver tók saman bara sko svæði í Samorra og líndi því ofan á Madrid sem náttúrulega tiltölulega stærri en Reykjavík og þetta var á sama bili sko og það eftir bara með eitt svæði af mörgum sko. Þannig að þetta er að vera einmitt. Vá, þetta alveg ótrúlegt og hérna já, hugur manns nú svolítið á Spáni, það eru margir Íslendingar auðvitað þar en auðvitað hérna það ekki vegna þess það hérna bara vegna þess að þetta eru skelfilegar hérna fréttir og hérna þetta já, margir segja völdum loftslagsbreytinga, ég held að það sé nú óhætt að bara fullyrða að svo sé. Hvernig eru stjórnvöld þarna úti að vinna í kringu þetta? Fólk ánægt með það? Hvernig brugðist hefur verið við og annað? Ég held sko, ég meina fólk eru auðvitað aldrei rosalega ánægt með stjórnvöld í neinu, það alltaf þeir sem munu vera móti hverju þeir sem kemur fram og sömulegis þeir sem munu alltaf hérna klappa upp sko. Ég held að þú veist Spánverjinn mjög sjóaður í skógaröldum á þessum tímapunkti. Það eru margir viðbragðsaðilar, mikið af stjórnum og hreyfingum og allt þetta svæðis, almannavarnir, allt þessu tengt og það eiginlega helst einmitt, þú veist, þessar svona lokal hetjur sem eru hvað mest að hérna, vinna í þessu. Maður hugsa til þess að það eru 40 gráður og það alltaf brenni kringu en þú ert samt í sko risastórum varnargalla og þú ert með spaðan uppi og ert að vinna í þessu og allt í rauninni í sjálfboðastarfi eða svo gott sem sko. Þannig að ég held að viðbröðin þau eru hvöss gagnvart stjórnvöldum, fólk vill auðvitað meira að það sé gert eitthvað meira í þessu og það sé meira forvarnarstarf þannig að þetta eigi ekki sér stað í upphafi og svo auðvitað bara fljótari viðbrögð en ég held að þetta sé auðvitað bara ákveðin raunveruleiki sem menn búa við hérna bæði, þú veist, jú, það hægt að tala loftslagsbreytingar en í þessu tilfelli, það var eitt sem hefur komið mér rosalega mikið og óvart hreinlega fjöldin sem hefur verið handtekinn fyrir íkveikjur sem núna komið á annað 100 og menn geta það að segja, þú veist, á annað 100 sem eru grunaðir í heild en síðasta talan sem ég sá einhverju 36 handteknir núna rétt í morgun sá ég einn hafi verið handtekinn rétt suður við Madrid fyrir íkveikjur og það auðvitað ekki farið nánar út í það en ég meina það til að mynda þessi helgi var hérna svona þeirra versló ef svo má segja og þetta tengt trúarlegum veislum og það oft kveikt í flugeldum sem misgáfulegt í ágúst á Spáni þannig að það ein hérna ein ástæðan. Þetta séu ekki hérna íkveikjur svona af yfirlögðu ráði heldur þá frekar svona lesa. Svo eru grillveislunar, fólk virðist ekki átta sig á því en svo reyndar því miður af yfirlögðu ráði. Það tvennt. Það annars vegar svona eitthvað sem ég hef ekki geta kannski sannreynt alveg sjálfur en svona félagi mínir í þessum verstu svæðum hafa sagt mér að hérna menn eru svolítið að hérna sólarsellurnar eru miklu arðbærari heldur en ræktunarland og nema þú máttu auðvitað ekki setja sólarsellur hvar sem nema ef að landið þetta autt þá hægt að sækja sem sagt breytingu á svona zoning eða svæðisskipulagi þannig að þetta virðist vera Já, það svona afleiðing þá af einhverju stefnu stjórnvalda virðist vera að fólk sé þá að kveikja í
eða, Þetta virðist það sko, já, sem sagt þú getur ekki sett sólarsellur nema einhverjum ákveðnum skilyrðum og þetta ef að landið brennur þá er engin ástæða til þess að vera með þessi skilyrði. Þannig að þannig ertu komið með eins og félagið minn benda á mjög íróníska stöðu þar sem fólk er sko að brenna umhverfi til þess að quote on quote sko bjarga því. En þetta er það bara af einhverjum gróðahagnaði að vilja setja sólarselluna sem borga meira sko. En síðan var ein önnur mjög áhugaverð saga og þetta er alveg staðfest sko frá lögreglunni og ég get sendir þetta á eftir. Það var eitt félagi sem var alltaf ráðinn á sumrin í slökkvilistarfið en þetta sumarið þá var hann ekki ráðinn af því það var ekki talin þörf á honum. Þannig að hann gerði sér bara lítið til og kveikti í einhverjum eldum og var ráðinn. En síðan komst upp hann. Ó, þannig að já, fólk virðist hafa sínar ástæður. Það er auðvitað, já, laun, þarna spila greinilega stóra rullu. Veistu eitthvað til þess að fólk sé að flýja úr borginni eða af þessum heitustu svæðum? Ekki ennþá, sko. Þú veist ekki, sko, það er engin hætta, það stafar engin hætta, það er kannski helst í þessum sveitum, sko. En ég held að fólk auðvitað bara flýr í, þú veist, þeir sem hafa efni á, flýja auðvitað í, betri aðstæður, þú veist, Norður-Spánn er mjög fínn í svona eða fljúga til eyjanna eða eitthvað svoleiðis sko og eftir sitja þeir sem hafa kannski ekki tök á því þannig að þá situr upp í 40 gráðum og ösku. Einmitt, já, svona gamla fólkið og þeir sem minna eiga. Hvernig, ertu með börn? Nei, við erum barnlaus sko, þannig að við erum svona sloppið við það en við erum ég er með aldraða tengdaforeldra, þannig að við erum svona passa upp á þau og þau séu inni og drekka nægilega mikið vatn og loka gluggum. En veistu hvort að skólastarf sé með svona nokkuð eðlilegum hætti eða eru líka svona skólastofnanir bara í dvala? Eins og sem sagt... Eða svona skólasetningar væntanlega, já. Já, þannig að það er ennþá sumartíminn sko, þannig að þetta svona kemur á bæði versta og besta tímanum, hvað það varðar að fólk er yfirleitt á svalari svæðinu þegar með börnin sín og ég var að tala við einn félagi minn þegar við gerðum hann býr hann á Norður-Spáni og er með hús þar, þannig að þau fara náttúrulega bara með börnin sín allan mánuðinn og eru þar og koma síðan í september sko, það er svona þegar versta er af staði sko, en ég segi það sko þegar ég labba borgina í ágúst þá er hún hálf tóm sko, það er ekki mikið að börnum á leik eða neitt svoleiðis, annarkvort er fólk í fríum annars staðar eða heima hjá sér. Og þetta er svona orðin veruleiki bara þarna á Spáni, að það komi svona skelfileg hita tímabil. Það er það sko. En hvernig er með, yfirleitt þegar að það ganga yfir einhverjum svona hamfarir þá á fólk það til að hamstra og vatn verður að skornum skammti og annað slíkt. Nú hefur það alveg komið fyrir að vatnið í Madrid hefur þurft að skammta. En hvernig er þetta núna? Já. Spánverjinn er rosalega rólegur með þetta. Það var kannski ef áhorfendur ykkar muna eftir því fyrir svona 2-3 mánuði síðan þá fór allt rafmagnið af á Spáni í heilan dag og það var rosalega súrrealísk upplifun sko og ég svona íslenska almannavarna heilinn fór á stað sko, ég fór og sótti þess að aldra tengdaforeldra og ég kom með þá heim og eitthvað svoleiðis og ég byrjaði að fylla allt á vatni og ég var þegar búin að kaupa einhverja birgðir og eitthvað, þannig að við ætluðum bara, vorum rosalega vel tilbúin. Spánverjinn var ekkert eðlilega slakur yfir sig. Það voru allir bara út á götum að drekka. Það var hvort þeir búið að loka vinnustöðuna, það var ekkert að gera neitt af því það er ekkert rafmagn. Þannig að maður sá fólk bara á börum og bara að keppast við að selja allt áður en þurfti að henda því. Þannig að í því tilfelli þá var vissulega sko hamstrað að því leitinu til að voru allir í búðir og það keyptu allir sem gátu með það reiðufé sem þeir höfðu en það var mjög örugt ástand og ég hef upplifað það sama hér. Ég meina við vorum först þarna á þessari lestarstöð í Galíþía. Jú, fólk stóð í röð og það var smá pirrað en þú veist, það var ekkert upplausnar ástand og ég sá engar sko, þú veist, búðir tómar eða vatnið ekki að ganga. Það var eina sem skorti, það voru bílaleigubílarnir eins og segið, þú veist, það var eðlilega þeir voru farnir mjög fljótt enda vildi fólk komast heim til sín og við náðum einum en ég held að Spánverjinn er bara svo vanur einhvern veginn svona aðstöðum og þeir vilja bara taka í rólega í staðin fyrir að fara í eitthvað panikk sko. Já,
Já, það er svona menningin að skilst manni. Ég þakka þér bara kærlega fyrir Kristófer Alex Guðmundsson fyrir að taka tíma og spjalla við okkur í hitanum. Við fáum að fylgjast með þér kannski aðeins, svona þegar líður á þessa viku og mánuð. En við segjum það bara gott hérðan í bili. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.